Góðan dag! Í þessu myndbandi ætlum við að sýna hvernig hægt að tvinna saman R-kóða og texta í eitt skjal með pakkanum Knitter. Og eins og ég sagði þá nota pakka sem heitir Knitter, þannig að áður en lengra haldið þá skulið þið passa þessi örugglega með pakkan hlaðið niður á tölvunni ykkar. Það getið annarkvort gert með að fara hérna í Packages, hérna niðri, og skrifa nafnið á pakkanum. Þessu tilviki myndi ég bara skrifa KNITR sem skrifa Knitter. Og hér að þar sem ég er búin að hlaða pakkan niður á tölvunni þá birtist nafnið á honum hérna. En ef ég hefði ekki verið búin að hlaða hana niður, hefði ekkert komið og þá hefði ég annarkvort þurft að fara hérna í Install og skrifa þar KNITR í nafnið á pakkanum eða skrifa inn í keislugluggann Install Packages og svo Knitter. En nú skulum sjá hvernig þetta er gert. Ég er hérna með skjal sem ég var að vinna í áðan sem heitir bara einfaldlega pröfuskjal og takið eftir að endingin er .rmd. Þetta er endingin fyrir svona markdown-skjal. En úps, hvað gerist því ég opnaði það? Því ég opna skjalið fara allir íslensku stafirnir í rugl. Það kom bara spurningamerki í staðinn fyrir íslensku stafina. Hvað getum við gert þegar svona gerist? Jú, þetta gerist vegna þess að annarkvort var skjalið búið til í Windows tölvu og svo opnað í Mac eða Linux tölvu eða öfugt. Og þegar svona gerist þá skiptir miklu máli að vista alls ekki skjalið, heldur fara beint í File og Reopen with Encoding. Það þýðir ég ætla að opna skjalið aftur með einhverju annarri stafagerð. Og núna eins og í þessari tölvu, að þetta er Macki en skjalið var búið til í Windows tölvu, þá ætla ég í staðinn fyrir þess að hafa UTF-8 sem er sjálfgefna stafagerðin fyrir Macka, þá ætla ég að velja ISO 8859-1. Þetta er stafagerðin sem að Windows notar. Ég ætla að velja þessa stafagerð og ef ég hefði verið öfugt, ef ég væri í Windows tölvu og skjalið hefði verið búið til í Macka, þá hefði þurft að velja UTF-8. En nú er því búin að þessu opna skjalið, þá eru allir íslensku stafirnir komnir í lag. Og allt eins og það á að vera. Og þegar allt lítur núna loksins rétt út, þá skiptir miklu máli að fara strax hérna í File og Save with Encoding. Og hér ætla ég að velja stafagerðina á stýrikerfinu mínu, þannig að því er í Macka þá ætla ég að velja UTF-8. Ef ég hef verið í Windows 12 þá hef ég valið ISO 8859-1. Og með því að velja þetta, þá tryggi ég að ég lendi ekki oftar í þessu vandamáli. Næst ég ætla að opna skjalið, þá er það vistað með rétta stafagerð og íslensku stafirnir fara ekki í rugl. En nóg það. Svona Knitter-skjöl eru skjöl þar sem er búið að tvinna saman annars vegar texta og hins vegar R-kóða sem við viljum framkvæma. Skjalið byrjar alltaf eins og það byrjar á því sem við köllum haus. Þar sem kemur fram einhver titill, hver skrifaði skjalið, dagsetning og á hvaða sniði skjalið er. Og þið skulið passa ykkur ef við gerum einhverja villu hér, strokum út eitthvað tákn eða gleymum að loka gæsalöppum hérna eða álíka, þá verður skjalið ekki til. Þannig að reyna að hrófla sem minnst fyrir hausnum eða allavega vandið ykkur þegar ég geri það. Ekki setja neinu aukabil og ekkert vesen. Það er hægt að búa til millifyrirsagnir með því að setja svona millimerki. En aðalatriðið er að hér er bara einhver venjulegur texti sem ég vil að standi og birtist. En svo eru líka skipanir sem ég vil að R-framkvæmi og þær eru svona gráum reitum sem við köllum R-klumpa. Og við setjum reitina bara þar sem við viljum að skipanirnar framkvæmist. Svona R-klumpar eru 3 kommur og svo slaufusvegi sem inniheldur R og lokast aftur með 3 kommum. Og passið ykkur, þetta er ekki venjulegar kommur, heldur sérstakar kommur sem ég gæti þurft að leita á lyklaborðinu ykkar. Blessunlega þurfið þið ekkert að leita mikið á lyklaborðinu ykkar því þið geti bara farið hérna í chunks eða klumpar og insert chunk.
og þá kemur þessi klumpur þar sem ég þarf að skrifa R-kóðan innan í. Og skjalið sést þannig uppbyggt að við erum með haus, við erum með texta og svo erum við með R-kóða við og við inn í klumpum og allstaðar þar sem þessi klumpar koma fyrir þá keyrir R viðkomandi texta á þeim stað og skila fyrir neðan því sem klumpurinn átt að skila. Og nú skulum við sjá hvernig útkoman lítur út. Að þegar við erum komið með markdown-skjalið okkar, þá getum við einfaldlega ýtt hérna á prjónana, prjónum saman kóðan og textan í eitt HTML-skjal. Og ég bara ýti hér, bam, og þá séu allt fyrir á fullt og er að prjóna saman annars vegar kóða og texta og þetta útkoman. Hausinn sem var hérna til vinstri er komið hér. Millifyrirsagnirnar eru orðnar svona aðeins stærri. Allir R-klumpar birtast inn í svona gráum kössum og alltaf þegar R-klumparnir átt að skila einhverju, eins og til dæmis því ég vildi að ég teiknaði mynd, þá kemur myndi beint fyrir neðan. Það er hægt að gefa alls konar stillingar, til dæmis eins og hérna því ég var að teikna grafið, þá gaf mér einhverja viðvaranir að til dæmis það fjarlægði 7 línur vegna þess að það vantaði einhver gildi. Ég get beðið að vera ekkert að sýna mér þessar viðvaranir og þá set ég bara hérna komma, warning empty false og message empty false inn á milli slöpusögana í klumpinum og því ég geri það, þá hún ekkert að koma eitthvað svona vesen og hérna birti bara klumpin og myndina. Þetta alveg ofboðslega góð aðferð við að til dæmis skila frá sér verkefnum eða senda skjöl á milli til annars fólks sem að vinna með. Þegar þau geta hinir séð þið geta skrifað bæði ítarlegar skýringatexta með því sem þau eru að gera og aðrir geta séð hvaða kóða þau voru að nota til þess að framkvæma skipanirnar sem þau bjuggu til. Það bæði hægt að búa til myndir en við getum líka að gefa bara venjulega skipanir eins og teibúl og þá birtist niðurstaðan beint fyrir neðan. Og hún birtist líka oft læsilega og hún passar upp á að stafirnir hliðrist ekki til. Þannig til dæmis svona töflur birtast betur heldur en við hefðum copy-pastaðar og sett til dæmis inn í Word þar sem allt þið geta hliðrast til. Það líka, ef þið eruð ekki með eitthvað skjal frá öðrum sem þið viljið vinna með, þá getið þið líka farið hérna í File og New File og valið þar Markdown. Og stillingarnar þar, í Title það sama og kemur hérna í titlinum, í Author væri sömuleiðis það sama og hér eru komnir 3 valmöguleikar, HTML, PDF eða Word. Sjálfgefið að skila HTML-skjali en það líka hægt að fá PDF eða Word-skjal. Til þess að fá Word-skjal þurfa að vera með Word uppsett á tölvunni og til þess að fá PDF-skjal þurfa að vera með Linux uppsett á tölvunni. Og að lokum vil ég benda á að fyrir þá sem eru vanir að nota Linux og eiga skjöl sem vilja nota, eins og til dæmis ég hérna með eitt skjal hérna, þá get ég opnað bara alveg venjulegt textskjal, alveg eins og ég nota venjulega, en ég get sett inn í því R-klumpa alveg eins og áður, takið eftir því að klumparnir líta aðeins öðruvísi út og þið getið núna þegar ég er búin að opna skjalið, þá gæti ég farið hérna í Chunks og Insert Chunk til þess að sjá hvernig klumparnir líta út, þeir eru aðeins öðruvísi. Þegar ég að tvinna saman R-kóða og LaTeX-texta, þá verður endingin RN2-vaff en ekki RND, en skjalið lítur nákvæmlega eins út og venjulegt LaTeX-skjal nema það eru bara komnir klumpar inn í það. Og þegar ég keyri skjalið og ýti hérna og þá ýti ég á Compile PDF en ekki HTML og þá raun og veru fer hérna allt í gang að tvinna saman bæði R-kóðan og myndirnar. Og það sem birtist verður alveg svo venjulega þegar maður keyrir LaTeX PDF, það eitthvað PDF-skjal og inn í skjalinu þar sem ég hafði gefið R-skipanir sem áttu að skila einhverju niðurstöðu, þá birtist niðurstaðan beint fyrir neðan.
fleira var það ekki að sinni.